fá þig heimsókn. Takk fyrir að bjóða mig, Selvi minn, og gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Svo langt síðan við sést. Já, við hittumst þarna þegar ég held fyrirlestur fyrir eldri borgarana í Hveragerði. Já, það var nú mjög stutt, en ég hef ekki séð þig síðan bara í Flórida, við vorum þar í nokkrar vikur. Einmitt. Jú, við höfum eitthvað hist, það ekki? Ekki mikið. Nei. Ég fylgist með þér alltaf. Já. Þú sendir mér alltaf mjög hlýlega orð með reglulegu millibili. Já, þetta svona svolítið það sem gerðist út í Flórida þegar ég opnaði á Kíli sem ég held ég myndi aldrei opna á. Og ég fór að treysta, ég lærði að treysta, ég hef aldrei ævinni treyst nokkru manni. Og ég upplifði bara svona, ég veit út sálfræðingur alltaf, ég upplifði bara svona sanna vináttu og við vorum ekkert alltaf sammála allt og þín nálgun var miklu meiri vitsmunarleg heldur en mín. Konur eiga til að vera með tilfinningarnar út á handleggnum sko. Þú komst með svolítið niður á jörðina en ég oft hugleitt þessa vikur í Flórida það hvað kom út úr mér og veist, hvað var gott að geta sagt satt. Fyrir þá sem að hlusta eða horfa og viti ekki forsöguna, þá skrifaði ég ævisöguna hérna. Já. Og já, þetta var mjög, og það var einmitt það sem ég hugsaði þegar þú leitaði til mín, fyrsta sem ég hugsa alltaf þegar ég er fjölmiðlamaður, þetta áhugavert efni. Og svarið í þínu tilviki var svo sannarlega já. Já, margir héldu náttúrulega ég væri bara algjörlega á göflum gengin, að ég vissi ekkert hvað ég var að segja og ég hefði ekkert til málan að leggja. En samviskan mín sagði mér allt annað og samviskan mín sagði mér að ef ég gerði þetta ekki þá væri ég bara aumingi. Af göflum gengin. Já, af göflum gengin, já. Hvað já, en síðan að við vorum í reglulegu sambandi síðast, þá voru náttúrulega verið að gera ýmislegt. Núna þú ert komin aftur svolítið svona, ef ég segi sletti, bara back to basics. Þú ert alltaf með annan fótinn í heilsu. Já, lífið síðan þú skrifar þessa bók sko efni mörg bindi. Mér grunaði það. Já, ég veit ekki af hverju ég vil lifa lífinu svona, ekki bara vera róleg og þægilega eiginkona einhverstar bak við eldavélina eins og Guðni Ágústsson sagði að konur væri best geymdar en sagði hann það einhvern, já, við ættum að vera bak við eldavélina, hann ruglaðist eitthvað en enga síður það bara fyndið. Bak við eldavélina. Ég elska að vera fyrir framan eldavélina og ég elska að vera heimilis húsmóðir og allt það en það eitthvað í mér svona ég hef gríðarlega þörf eða forvitin á mínu nánasta samfélagi og í mínu meistaranámi í hagfræði og Bifröst þá sá ég hluti líka sem kannski ekki allir sjá einhvers konar Asperger í mér eða eitthvað að ég áveld með tölur. Hvað aftur Asperger? Asperger svona einhverfa tegund af einhverfi þar sem þú ert séni á einu svið en svo félagslega kannski algjör villsingur. Já, einmitt. Það svona ég horfði alltaf á fótbolta, það eru bæði þjálfarar og leikmenn sem eru örugglega á þessu rófi. Mjög margir á þessu rófi. Sem eru samt með einhvers konar snillinga á þessu. Já, Einstein og fleiri sko. En málið að tölur eiga alltaf mjög vel við mig og svona að muna hluti á mjög vel við mig svo það ekki til hlutur í líkamannu sem ég veit ekki hvað heitir á latínu. Og það sem sagt, ég útskrifast 1981 úr háskóla. Íþróttafræði. Já, en ég man alla vöðva, alla taugar og bein og það svolítið svona stundum óþægilegt. Það rosalegt. Ég byrjaði sjúkraþjálfun í háskólanum og þetta var ekki, mér finnst þetta ekkert grínar en að muna þetta allt. Nei, þetta bara, sumir geta þetta og kennararnir skildu þetta ekki, ég fekk alltaf 10 öllum prófum. En svo í öðru þá var ég bara alveg út á túnni. Og auðvitað þetta einhver greining á svona fólki. En ég hef ekki viljað kaupa þær greiningar sem einhverjir hafa verið að klína á mig. Að ég sem með ofvirkni og athyglisbrest og eitthvað þannig. Ekki allir konum með athyglisbrest í dag? Út af símanum og þessu? Ég veit það ekki. Mér finnst ég svona frekar bara löt á margar hluti, sko. Sýni ekki nokkrum áhuga ef mér líkar ekki við fólki, sko. Löt? Þannig það síðasta sem ég hugsaði þegar ég hugsaði þig. Já, ég voðalega væri kærsamt, sko. Og alltaf að róast í sjálfur mér meira og meira. Það er náttúrulega eftir að fólk hættir að nota áfengi þá verður svona lífið svolítið svona grátt. Já.
og þú færð ekki í þína sveiflur. Einmitt, hvernig minnst þú komin á dálítið góðan punkt þarna með það dálítið auðvelt að verða háður sveiflum. Já, vera dásanlegt. Ég öfund oft fólk sem fyrir maníu til dæmis. Okay. Að ég held að segja alveg svakalega gott að vera í maníu og bara vera klifrandi upp alla veggi og hér áður fyrir voru konur settar á amfetamín bara til þess að láta þær gera hreint. Það tóku veggi og loft og skrubbuð og skúruð og allt. Ég man eftir því að amma mín sagði mér, hún var að vinna sem hreingefningakona. Hún sagði mér einmitt sögði þegar hún var látin fyrir vestan hafa amfetamín. Já. Hún var að þrífa samfellt í 1,5 sólarhring. Já, það stórsniðut. Stórsniðut. Svo fór það bara valjum og svá í nokkra sólarhringa. En lífið ekki svona. Nei, maður þarf alltaf að borga fyrir sveiflurnar. Já, maður þarf að borga fyrir sveiflurnar og það gert allt og lítið úr dífonum þegar fólk fer í sína dýpstu dali og sér ekki úr augum út áhyggjum og kvíða og sorg og já, síðan þú skrifar ævisöguna mína, þá hef ég í sjálfu sér verið meira í dalnum heldur en uppi. Ok. Og meira svona kvíðin og svona ekki treyst. Ok. En samt alltaf með þessa ástríðu að hjálpa fólki með heilsu sem þú gerði bæði detoxin og síðan ertu búin að vera með eldra fólki núna í Hveragerði. Já, ég svo lánsöm, ég náttúrulega búin að vera lasin, en ég svo lánsöm í Hveragerði bæjarstjóri sem heitir Aldís Hafsteinsdóttir og hún spottar út hæfileika fólks og hún hefur fengið mig í verkefni og verkefni ger ég vel, ég mjög mikill verkefnastjóri og á gott með að afgreiða verkefni en síðan þá, eftir það get ég alveg orðið forveik og algjörlega orkulaus og svona ólík sjálfur mér. Ferðu fram úr þér? Nei. Þetta síðan árið 2003-2004 þegar ég fór að upplifa það sem kallað þetta burnout eða kulnun og ég náttúrulega búin að vera að rannsaka þetta rosalega mikið og einslíki tengslum við vírusýkingar og COVID núna að þetta svona post-virus syndrom, þetta síþreita getur komið vegna veirusýkinga og allt í einu bara eitthvað sem grasserar í þér og þú ert bara eins og sem sótthita þú ert að leggja þig, getur vant að klætt þig þú ert rosalega lasin en það veit enginn hvað að þér og þetta er einhvers konar psykosomatískur sjúkdómur eða sálar og líkamlegur sjúkdómur en ég vil tengja hann veiru, af því ég náttúrulega lífeðlisfræðingurinn í mér segir mér þetta er ekki eðlilegt og það eru margar leiðir til að fyrirbyggja þetta og þegar mér tekst að halda mér í því formi að vera í rútínu og hreyfa mig rétt, huglega rétt, umgangast rétt fólk að þá fæ ég ekki þessar sýkingar, þá fæ ég ekki þessar rosalega þreytu. Hverjar eru bestu leiðina til að fyrirbyggja þetta? Er það svefn, næring? Svefnin er náttúrulega martröð fyrir okkur sem eru kvíðasjúklingar. Við sofum bara ekki. Og þá fyrir við inn á kvíðalyf og þunglyndislyf og svefnlyf og þá fyrir þetta allt í hræri graut og ég er bara alveg orðin sérfræðingur í þessu. Ég er búin að vera að staulast með sjálfa mig á hálfum mætti í Póllandi út allt. En ef ég hef ekki þessa menntun sem ég hefði þá verið ég löngu bara komin inn á einhverju stofnun Ok, en mér er áhugaverður þessu punktur með vírussýkingarnar af því að nú dálítið verið að tala COVID og langtíma einkennin og þá einhvern veginn tala næstu eins og þessi fyrsta vírussýking í mannkynssögunni sem býr til svona einkennin. Ég verið að mynda að tala við lækni sem sagði, það bara þekkt að venjuleg flensa getur skilið fólk eftir í síþreytu, í kulnun, í alls konar vegna þess að hann nefndi nokkra hluti sem geta sett fólk í svona ástand. Það allt of mikil streita í of langan tíma, svefnleysi, vírussýkingar og eitthvað eitt í viðbúti, ég man ekki hvað það var En óþol kannski, einhvers svona afnæmi en það, ég tengi allt þetta er bara hlutir sem ég þurft að búa við við tölum oft í sálfræðin þá tölum við fjölskyldu skömmina family shame og það eru margir að glíma við það alveg frá því þau eru börn ég gerði mér enga grein fyrir því bara fyrir en ég fór að vinna í sjálfur mér að auðvitað hef ég síðan ég var 13 ára gömul
verið að díla við þannig skömm og svo skömm leiðir að sér kvíða. Svefnleysi, hún leiðir að sér að þú verður að vera greiðlega meðvirkur með umhverfinu þínu og segir ósætt umhverfið þitt. Akkur síðan úr 13? Af því þá var fjölskylda mín fyrir áfalli og það var það ljótt áfall að það mátti ekki segja það. Nei, skil. Og mín leið þá var bara að flýja heiman. Ég leigi sko með vinkonum minn íbúð í Reykjavík frá Húsavík sko 14 ára gömul. Spila fótbolta með Val og vinn í Hlíðagrilli og við byggum 14 ára 2 í Hörgshlíðinni sko. Ok. Og síðan þá hef ég bara verið á stanslausum flótta frá einhvers konar skömm, frá einhverju blekkingu, frá meðvirkni og það er ekki fyrir en ég sjálf þróa með mér minn sjúkdóm og ég fer átt að mig og ég fættist ekki svona. Mér langar aðeins að taka þig aftur í tíma því þú segir frá Húsavík, ekki Linda P. líka frá Húsavík? Jú, vinnum frængur. Já, einmitt. Af því að það er einhvern veginn, ég var að skoða þetta þess að ég er búin að fá Lindu inn í viðtal og nú er þú hér og svo er Ágústa Jónsson að fara að koma. Svolítið svona, má segja að nokkrar af fyrstu svona alvöru viðskiptakonum Íslands séu allar, einhvern veginn hafi allar verið í líkamsrækta geiranum. Jú. Hvernig byrjar þetta hjá þér? Þú ert með morgunleikumina hjá Stefáni Jóni og svo mentar er náttúrulega í Svíþjóð. Nei, ég menta mig í Kanada. Kanada alveg, svo ferðu til Svíþjóðar. Já, og útskriðast þaðan og ég í raun og veru, það er ekki mjög margir háskólamenntaðir íþróttafræðingar að vinna í fæinu í dag. En Linda náttúrulega í sínu dugnaði byrjaði bara með baðhúsi fyrir konur. Ágústa byrjaði með mér. Ég var reynd að vinna með Bitni World Class sem gekk engan veginn. Hvar voru þið Ágústa að vinna saman? Við stofnum stúdíu Jónínu Ágústi. Alveg rétt. Já. Og voru miklir frumkvöðlar og þar var allt tróðfullt og við stækkuðum hratt og 2 ungar stelpur og mjög ólíkar. Hún er náttúrulega bara, hún er í hjarta mínu þessi stelpa, hún er svo yndislega allar lund sko. Það má enginn segja neitt vont hana, þá ég svona verði. Þá langar það að verja hana? Já, ég veri mitt fólk sko. Já. En allavega, áður en við byrjum, þá eru náttúrulega fullt af duglegum konum Bára og Sóle Jóhanns og við áttum ekkert endilega heiðurinn að þessu en nema hvað við vorum svo mest ábyrrandi við vorum svo duglegar að setja okkur auglýsingaspjöld og svona þannig en við erum ekki duglegar en þær og þær eru Bárar ennþá að sko en síðan ég náttúrulega barnsfræði minni læknir og við flytjum til Svíþjóðar með 3 börn og þar stofnaði ég fyrirtæki sem heitir Aktiverum. Það er alveg rétt. Þú menntaðir í Kanada en byrja businessin í Svíþjóð. Byrja businessin á Íslandi og kendi hér líka. Ég var kennari í 10 ár í skólum og meðfram því ræki æfingarstöðin í Engihjalla, stofnaði World Class með Bjössa, stofnaði stúdíu Jónínu Ágústu, stofnaði síðan Nordica Spa og allt það og átti á tímabili 9 heilsuræktarstöðvar. En svo stöð sem ég stofnaði í Svíþjóð, hún er merkilegust. Þar tengdi ég saman skóla, ég var með einkaþjálfarskóla og ég var með spaskóla. Og það þótti algjör nýjungu á Skandinavíu og ég stofnaði líka spinningsskólan fyrir Skandinavíu og fyrst og fremst er ég bara kennari. Að vera kennari og búa til nýja námsbrautir og svona, það er eitthvað sem heillar mig mest eins og ég gerði þegar ég fór að búa til detoxification eða detox námskeiðin. Að miðla einhverju varðandi heilsu til fólks. Já. Það er svona ástriða. Já. Þó kendi ég 7 tíma á dag sko aerobik sko, gæti ekki gengið og er enn sem svona þjást fyrir það en ég mælu nú ekki með svo mikið til hreyfingu en einhver hreyfing þarf að vera. Já, 7 tímar á dag er helvíti mikið. Já, og svo borðum við Ágústa lakkrískonfekt á kvöldi, sko. Nú. Það var áður en við fórum að tala um mat. Til að kolvetna hlaða ykkur. Já, bara okkur varst það gott. Já, var umræðan næringu ekki komin lengra þannig? Nei. Svo byrjuðum við 8 vikna kursun og þá fórum við tróðin svona aðeins að borða reglulega og eitthvað. En mér fannst alltaf jafn hallærislegt og mér finnst enn þann dag í dag næringarfræði bara vísindagrein sem ég fært að hlátuskast hér að lesa því að það er eitt í dag og annað á
morgun og eitt heiti keto og hitt heiti low carb og allt þetta. Veist, við sem lífeðlisfræðingar við vitum að það eru grunnþarfir sem líkaminn þarf og svo breytast auka næringarefni, þau breytast bara í fitu eða eitthvað. En þetta er ekki svona rosalega flókið. Við eigum bara að borða mat og hreyfa okkur eitthvað. Hvað myndirðu segja um þessa teóríu mína að við verðum alltaf að muna að við erum ólík. Það er ekki eitthvað eitt sem virkar fyrir alla. Nákvæmlega. Og það er svona einföldu reglur. Er innihaldslýsingin í matnum rosalega löng, líklega óhollt? Geymist hann rosalega lengi, líklega óhollt? Er þetta matur sem getur skemmst af því það er líf í honum? Já, líklega hollt. Er þetta ekki svona bara ágæta grunnreglur? Grunnreglur, allir matur sem úldnar, rotnar, gerjast eða verður súr, það er öllum líkjendum lifandi fæða. Lifandi fæða, einmitt. Svo til matur sem viðheldur lífi, það er til dæmis svo harðfiskur eða þurrkaður matur, það er ekki dósamatur, og svo er matur sem drepur líf og það er matur sem er eitraður af gervefnum og rótvarnarefnum og litarefnum og svo framvegis. Hefur eitthvað skoðað, heitir hann ekki Paul Chek? Já. Breski, hann talar svo mikið um að þeir eru að borða eitthvað og þetta alltaf að skoða er þetta á hærra er það sem þú ert að láta ofan í þig að lækka tíðinina þín eða hækkana versus bara hvað það er mikið líf í því. Nákvæmlega, ég til dæmis get sagt sorglegt dæmi, ég hef alltaf keypt með bláberin í bónus sem eru svona ofsalega góð bláber, svo kaupi ég fyrir 4 vikum, 2 svona stauka og það er svona eitthvað hart ofan á þeim og ég læt á standa í skapnum, ég held kannski að það myndi breytast eitthvað, þeir eru algjörlega eins Eftir allan hennar tíma? Eftir allan hennar tíma. Það hefur ekkert gerst á berjánum. En er líka ekki þetta, því ég steig svolítið inn í hennan heilsugeira með því að fara að skrifa bók og halda fyrirlestur og svona, og þá fannst mér þetta svona heilbrigð skynnsemi týndist einhvers þar. Bláber er ekki bara bláber. Ef það er aðalbláber sem ég var að týna á linginu, þá er það besta bláberið. Já, dásamlegt. Og mér er svolítið svona þetta, það er einhvern veginn að maður geti valið út frá því að fiskur er ekki bara fiskur, er þetta fiskur sem var verið að veiða og er hann viltur. Mér stundum eins og þetta bara gleymist hjá fólki. Já, mataræði fólks er alveg komið út á tún, sko. Það er rosalega slæmt. Rosalega. Maður vill ekki vera neikvæður en meðal manneskja í vestrænu samfélagi er að borða ofboðslega slæma fæði. Já, svo allt þetta skyndibiti og vera að flýta sér. Að borða ekki kærleika, elska ekki matinn sinn, búa ekki til kærleiksamband við það sem þú ert að borða, heldur bara vera alltaf með sektakend, já nú hlýt ég að fitna, já ég er nú að verða feit, já þetta er að koma núna, og fólk verður alveg störglað. Það því að náttúrulega búa að gera rannsóknir á bara því hvað heilin hefur mikil áhrif á bara þegar það er búið að taka bara 2 vaskljós og annað er verið að blóta í og hitt er verið og þetta bara breytist efnislega, sko. Ég var með Sollu Eiríks og hún var að tala um þetta þegar hún var að elda fyrir Ben Stiller. Hann fyrst var allir svo hrættir í kringum hana því að hann vildi fá nákvæmlega næringarupplýsingar og hún sagði bara ég get ekki staðið í þessu, ég skrifa bara mikið ást og læta hann hafa bara góðu matur, mikið ást. Já. Solla er náttúrulega alveg einstök manneskja og gríðarlega fyrirmynd. En hugsaði, jáfnvel hún fer í burnout en hún sagði í þættinum og þetta segir okkur svo margt, þetta segir okkur hvernig samfélag, kann ekki að meta frumkvæðla samfélagið, það er svo mikið afbrýðisemi og öfundsýki og það er svo mikið græðgi í þessum sem hafa enga visions, hafa enga hvað heitir það langar ekki að sjá neina breytingar, heldur langar bara að sjá peninga. En ef maður myndi taka það líka inn í bara ábyrgð einstaklingsins, er það ekki dálítið oft þannig að þeir sem eru ofboðslega orkumiklir, ofboðslega uppfullar hugmyndum, eins og þú, eins og Solla, það fólk á það til að fara fram úr sér og það er síðan kannski eitt af því sem getur búið til börnóti, sko. Já, ég horfði á þennan þátt með Sollu og tengdi mjög vel vegna þess að mér fannst ég persónulega ekki vera að fara fram úr mér þegar ég var gjaldþrota. Mér fannst ég vera að miðla til þeirra sem ætluðu að hjálpa mér að miðla meira. Ég skilji. En þá hvarla aldrei að vera, þeir vildu bara græta meira og Sol og ég við hugsum ekki svona, það er bara þannig og fæstar konur hugsa að já, ef þú býr til 3 stöðvar og þær virka, svo kemur ein enn, þá er það bara samfélaginu til góðs. Nei, það er svo aldrei til.
heldur það stóð bara alltaf til að veltan yrði meiri og launakostnaðurinn minni og það yrði auðveldar að ná til fjöldans og þetta svo alrangt, þetta svo ljót hugmyndafræði í viðskiptum. En þannig ertu komin í punkt, við förum víðan völl, að ég var með hagfræðing daginn, Ásgeir Brynjar Torfason sem með doktorsgráðu og í viðskiptafræði, en svo hann líka búin að mennta sig í hagfræði og hann talaði þetta einhvern veginn að við þyrftum að fara sko ákveðin hátt væru módel hagfræðinar bara úr sér gengin, vegna þess að það væri ennþá verið að vinna með módelið að aðal tilgangur allra fyrirtækja væri að skila hagnaði og arði, en það sem gerist þá er að þú er kannski búin að vera að móka út arði úr mjög velreknu fyrirtæki í áraraðir, svo kemur eitthvað smá babb í bátinn eins og COVID og þá bara ferði gjaldþrot á kortir að þú ert ekkert búin að vera fjárfest í innviðunum. Þetta er bara skel. Er þetta ekki svolítið sammála þessu? Jú, en það verra fyrir frumkvæðilega að lenda í því að vera komnir inn í einhverja hringamyndanir, skuldatengsl og krossegnatengsl, fólk sem hefur flottar hugmyndir. Ég hef mikla ágjur til dæmis af kveikmyndaiðnaðinum, því að hann byggir rosalega mikið á hugmyndafræði og drifkrafturinn er hugmyndir. Okay. Að þeir lenda allt í einu inn í bönkum sem peningar búa aldrei til hugmyndir. Þeir geta það ekki. Já, og það er ekki til sá bankastjóri sem vaknar á mótni og segir mikið væri rosalega gaman að gera þetta. Heldur ekki? Nei. Sem betur fyrir tveir okkar albankastjórum konur, þær eru skárri í sem karlar. Er það? Já. Því horfum stundum á þess að stráka og segir betur úr hverju eru þið gerðir? Finnst ykkur ekki gaman að sjá þegar hún Elín Torfa léttist 8 kíló? Ha? Nei, það skipti einhver móri. Ég man eftir einu, ég ætla að fara á smá hálanís að því ég veit að fólki finnst það gaman þegar við vorum að gera bókina og þú talar einmitt hennan kallaheim og þú ert að tala svolítið núna svona einhvern veginn hvað það væri sem drifi og ég man eftir einu sem þú sagðir sem að mér fannst bara gífulega áhugavert sem sagðir svo á endanum snerist þetta síðan allt hilli kvenfólks. Og þú náttúrulega einhvern veginn ert kona svolítið inn í þessum heim og horfur á bara þessir gæjar að reyna að græða allir þessa peninga og á endanum þeir að reyna að græða allir þessa peninga til þess að fá athygli kvenfólks. Hugsa þér. Er þetta svona? Ég hef aldrei verið svona kona. Það er ekki til nafni yfir mig. Ég er ekki transvers eða samkynhneigð. Ég bara hef aldrei, sem ég fættist vaknað að hugsa að ég er kona. Ég spila alltaf fótbolta mikið með strákum. Þess að var í búnisklefa með strákum alveg til að 12 ára. En allt mitt líf hef ég aldrei þurft að skilgreina kyn mitt. Ok. Ég segi það ekki kannski við samfarir en að öðru leyti hef ég bara alls ekki og ég skil þetta ekki. Hafa jafnmarga konur í stjórnum og karla og þessi MeToo-hreyfing ég fór bara flikkflakk. Ég bara skildi þetta ekki. Einfallega vegna þess að ég var ekki alveg þannig upp. Ég var ekki skilgreind neitt nema bara sem dóttir og barn, foreldra eða vinkona. Ég átti jafnmarga karlvinni og kvenvinni. Ég skil alveg 100% hvað þú ert að vara, en myndir ekki samt segja eins og til dæmis með MeToo að þó þú væri kannski rökstið að það hefði gengið á langt að það var verið að fara í ákveðna hluti þarna sem þurft að fara í, eins og bara valdamenn í Hollywood sem voru búin að misnota aðstöðu sín í mörg ár og einmitt svona bara ákveðna hluti sem kannski þó að síðan megi kannski væri rök fyrir því að síðan hafa einhvern veginn allir farið að fara á vagnin með eitthvað sem skiptir miklu minna máli, en þú kannski manst eftir því að ég lendi í miðri MeToo með því að vera gift Gunnar í krossinum og ég hef aldrei á ævinni kynst annarins aðför að lifandi manni. Það er að tala látin mann, Hitler er dáinn en aðför sem slík að lifandi manni og börnunum hans og mér eiginkonum hans og systkinum hans alveg eins og ég get séð núna með Bryndísi Skram og börnin hennar. Ég hef aldrei á ævinni vitað til að svona grimmd og svona ílska læknaði eitthvað. Vissulega gerði ég mistök og mér langar hér með
að byrja stafsökunar á mistökunum, en maður hefur ekki val. Hvað mistökum? Mistökin eru svo að þú þarft að viðurkenna öll brotin eða ekkert. Þér bara stiltu við veg. Þú færð ekki tækifæri á að hitta nokkuð mann. Ég reyndi, vegna þess að ég er þannig manneski að ég vil miðla málum og mér tekst að ég verið að miðla málum hjá stórum fyrirtækjum í dag. En þarna gat ég ekki fengið að miðla málum. Af því að það er einhver samtök sem í herferð, sem að samna peningum, sem segja annarkvort koma konurnar allar saman sem ein eða engin. Og svona þessi MeToo-hreyfing, hún hefur gert svo lítið úr konum, þannig að við getum líka miðla málum hver fyrir sig. En ef ég myndi aftur svona vera devil's advocate og segja, ok, ég meina því þú nefnir Bryndísi Schram, ég meina dóttir Jóns Baldvins hafði samband við mig og vildi að ég myndi hjálpa henni að skrifa bók og ég meina, nú er bara dálítið margt sem bendir til þess að hann hafi gert rosalega ljóta hluti. Ok, þú veist, og auðvitað er alltaf ömulegt ef að fjölskyldan blandast inn í svona, en verður ekki á endanum svo sem gerði hlutina svolítið að segja, það er honum að kenna fjölskyldan að dregin inn í þetta. Þú veist, nú er ég ekki að tala um Gunnar, en ég er að tala um að því þú nefnir Bryndísi. Það er ekki sama, Sölvi, hvernig það er gert. Ég er, algjörlega sammála um það að öll svona mál á að leysa. En þau eru ekki að leysa í fjölmiðlum á litla Íslandi, því það er bara ærumorð. Og það er ekki ærumorð á þann sem er þá síðblindur, það er síðblindur maður sem riðlast á litlum börnum. Gunnar var aldrei ásakað um það. Nei. En það er svo auðvelt að draga menn þangað. En til dæmis eins og bara það kom máli því ég var með Mikael Torfason í viðtali. Þá var hann að tala til dæmis tímabilið þegar Ólafur Skúlason það mál kemur upp. Áður en að MeToo er komið upp og allt þetta. Þá var það svolítið bara þannig að það var ekkert hlustað á fórnarlömbin og það var bara Ólafur Skúlason fínn maður og allir í liði með honum og konurnar þurftu bara eiginlega nánast að flýja land, skilur. Ekki viljum við það heldur. Við viljum það ekki heldur, en sannleikurinn er sá að mannskepnan, hún er þess þannig gerð að hún leitar oft í absúrt hluti kynferðislega og það getur vel verið að það sé betra að vera að reiðlast á pólsku og rússnesku stelpunum sem hér búa, af því þær kunni ekki að verja sig. Ég er að segja að það þarf að byrja á allt öðrum stað, það þarf að byrja að gera ungum drengjum grein fyrir því að svona kemur maður ekki fram. Það er hægt að fara til Tælands og kaupa sér þargleði konur og koma heim og láta sem ekkert sé. Það er sama ílskan þar á bakvið. Við íslenska konur getum staðið saman en við þurfum að geta talað saman. Við getum ekki talað saman í gegnum fjölmiðla, í gegnum einhverja gaura sem veit ekkert hvað við erum að tala í fjölmiðlum. Og þetta særir ekki þann siðblinda, þetta særir alla hina. Það siðblindi er blindur, hann sér ekki hann að við gert eitthvað rangt. Við erum farin núna svolítið inn í þetta með kannski feminisman og þetta. Þú, þegar ég var að gera bókinu með þér, þú upplifir svolítið í gegnum það að vera kona í kallaheimi þegar þér gengur vel, að þá upplifir þú svolítið að konur væru nú ekkert endilega að styðja mikið við baki á þér. Þvert á móti og ég man að Golda Meir sagði í sinni ævisögu að það besta sem gerðist fyrir hana var það hvað hún fættist ófrið, hún fekk alltaf frið, en við konur sem kannski erum myndarlegar, alltaf var ég það að það er auðvelt að verða afbrýðisamar og konur bara oft mjög erfiðar og þetta þekkir Ágústa Jónsson og þetta þekkir Linda P. og Linda sennilega manna best að það er bara helbar lí að segja það að konur séu alltaf konum bestar. Ég reyna að vera það en það tekur stundum á. En hvernig þegar þú segir svona hluti eins og þú ert að segja hérna núna hugsaðu þá ekkert, nú verða marga konur eður út í mig? Veistu það, Sölvi, ég skulda svo fáum. Ég hef búin að fara svo mikið ein í gegnum mitt ferðalag. Ég skulda rosalega fáum konum. Það eru svona 10 vinkonum mínar sem hafa tollað með mér, því það getur auðvelt að vera vinkona mín. Það er eitt í dag, ég er grenjandi í hérastómi, ég vel með menn eins og Jóhannes í Bónus og svo Gunnar í Krossinum. Ég meina, það er ekki nema að vona ofta að Guðmundsson læknir spyrir mig hvort sé ekki allt í lagi með mig. Skilur, það er ekki, það þekkir hann.
Já, hann er bara læknirinn minn og það er bara, þannig er mál með vexti að hverju leita ég í svona menn sem hafa svona rosalega stóra áru. Ertu búin að komast að einhverjum svörum þar? Bara mér finnst allir aðrir bara leiðilegir. Ekki það gætu persónulega. Þú sagðir þetta sjálfur í viðtalinu við Kára Stefánsson, þú sagðir að þegar þú væri við hliðina á hann þá yrðu allir pínu litlir. Það er svolítið svoleiðis. Já, það er svolítið svoleiðis og það er þannig menn sem ég vil. Já. Menn þar sem ég verð bara pínu lítil. Já. Og svara þú nú. Hverju á ég að svara? Hverju á ég að svara? Ég meina, ég veit ekki að hverju ég gerir þetta. Þú ert örugglega búin að skoða það meir en ég. Já, ég meina, óttar er sjálfur svona stór. Já, ég skil hvað þú ert að tala um. Kári er kannski svona íktasta dæmið einhvern sem er með svona, einhvern svona óyrtan presens sem er bara svolítið svona, þetta er svona górilu presens einhvern veginn, sko. Og ég vissum að það er til sko fleiri 100 konur sem hafa strokið Kára, Jóhannesi og Gunnar rassinn. Ég veit ekki hvað ég á að segja, sko. En talandi stóra menn, að því ég mig grunaði reyndar að þetta myndi gerast, við förum út allt, að stór maður sem átti alltaf mikinn streng í þér og þú í honum var Jón Páll. Já. Sigmarsson. Jón Páll. Hann var nú svona, hann hefur nokkru sinnum borist í talið í þættinum og fólk talar rosalega vel um Jón Páll. Já, sko Jón Páll var allt öðruvísi en þessi 3. Það er bara þannig. Hvernig þá? Jón Páll hann var svo lítillátur. Hann miklaðist aldrei á eigin hæfileikum. Og hann fór aldrei fram á neitt. Hann var eins ósérhlífin og hægt er að tala um einn mann. Þú heyrðir hann aldrei stærast á sjálfum sér. Þó hann væri sá sem hann var. Já. Hann vann hjá mér í 3 ár og við ferðumst mikið saman og við elskuðum hvort annað, sko. Það er bara þannig. En það gekk ekki upp og við það lifi maður. Ég skrifaði náttúrulega ævisöguna hans dálítið eftir ég skrifaði þína og fólkið einmitt sem ég talaði við í kringum hann sagði alltaf að það hefði verið rosalega sterkur strengur á milli ykkar alla tíð, sko. Já, skiljanlega. Ég var gift manni sem var aldrei heima. Hann var að læra læknisfræði og ég átti 2 börn og svo vorum við Jón Páll með ráðstefnur saman hér og þar Skandinaví og alltaf gaman og ég getum sagt þér skemmtisögur á honum í alla nótt, sko. Því það var ekki til fyndnari maður. Nei. Hann var rosalega skemmtilegur og í sjálfu sér það var Jóhannes heitin líka, sko. Jóhannes var rosalega skemmtilegu maður og kannski er það sem ég er að leita í svona einhverja galgópa gæja, sko. Af því ég nenni ekki að vera alvarleg þegar ég er heima hjá mér. Nei. En það sem var svo sorglegt með Jón Páll er það bara og ég get sagt að ég fer með hann til læknis í Ameríku þannig rétt ára hann og deyr og þar fær hann þá bara dauðadóminn sem þessum sagt að æðakerfið í honum sem svo nýraði manni. Já, var það svoleiðis? Já, það var þannig og við vissum bæði að hann myndi deyja. Var þannig að hann undir lokin þegar að fólk í kringum hann talaði að áran yfir honum hefði orðið bara allt öðruvísi. Var það þá eftir þetta? Já. Kjartan Guðbrandsson var hérna einmitt daginn og var að segja sögur á Jóni Páll. Hann var náttúrulega með honum á æfingunni þegar hann dó, sko. Þeir voru rosalega góði vinir. Jón Páll var ekkert allra. Nei. Og hann lendi líka í því að menn sneru baki við honum. Kjartan gerði það aldrei. Nei. Væri Jón Páll Sigmarsson ef hann hefði verið upp á tímanum sem eru núna með samfélagsmiðlum, væri það ekki bara svona alþjóðlega súperstjarna? Þá er ég að meina bara út af sko útgeisluninu sem hann hafði og allt þetta, sko. Hann var gríðarlega velmáli farinn. Hann skrifaði ljóð, ofsalega falleg ljóð og hann hefði verið svona frábær með börnum. Hann svo mikið barnagæla. Börnin mín elskuðu hann, sko. Og það var alltaf leikur. Lífið var alltaf leikur. Það var never a dull moment, sko. Ég man aldrei eftir Jóni Páli í alvöru gefnum umræðum. Nei, það ekki? Nei. Hann var húmorist, mikill húmorist. Mikill húmorist. Já. Það var einu sinni munum við vinkonurnar að hann var reiður, þá voru við
staddar með honum einhvers staðar og skemmtist á honum, fannst við konurnar hans, 3 íslenska stelpur fáum mikla athygli, þá hann var svo liðugur sko og tók hann, og allir hætti við hann, svo þá tók hann og sparkaði niður ljósakerfið á heilu diskoteki. Nú, hvað var þetta? Þetta var í New York. Og bara dritaði niður allir ljósakerfinu og það gefði engin neitt og við löpum út í okkar limúsínu sko. Þannig að það er svo marga skemmtilega sögur í Jóni Páli. Svo átti hann á yndislegan son og barnsmóður hans heiti líka Jónína. Já, einmitt. En það hefur örugglega ekkert verið auðvelt að búa með Jóni Páli sko. Já. Nei, þegar maður getur ímyndað sér sko einhvern veginn þetta, ef þú ert svona mikill performer sko og þarft að gefa svona mikið af þér og þá hlýtur einhvers staðar mitt talandi sveiflurnar að þurfa að taka bara tímabil þar sem þú liggur bara í sófanum og hefur ekki orku í neitt sko. Það er engin, ég á enn eftir að hitta mannesku sem er það mikið ofumenn og hún þurfi ekki að taka út dalinn ef þetta er alltaf uppi sko. Nei. Síðasta ferðin sem að fór með Simma syni sínu var til Afríku. Og þá senduðu þeir mér alltaf myndir og já, þessar myndir, ofsalega fallega myndir og svo kemur hann heim með svona strútsegg sem hafi verið handmálað og ég geymi þetta strútsegg, það veit enginn að hann gaf mér það í raun, en núna í flutningum brotnaði þess úr því og þessu skrítið með tilfinningar það var það eina sem ég hafði áhyggjur af þegar ég var að flytja tilbaka, ég geti nú reynd að halda egginu saman. Já. Og þetta er lífið er ekkert hver er hvað eða hvað sem mikla pening og það er þessar minningar, allar þessar minningar sem koma og fara. Einmitt. Þetta er verið í þessari Afríkuferð sem var næstuði búin að láta flóðhest drepa sig. Já. Galin hugmynd að ætla að fara að stríða flóðhesti. Það hættulegustu dýr í heimi. Og það er til mynd af honum upp á háum kletti þar sem þá hafði hann ekki verið í stera neyslu og ég meina fallegri maður er ekki til sko en þannig leiður hann ekki vel. Hvernig? Svona, eðlilegum. Já, einmitt hann er örgulega erfitt þegar þú orðin vanur í að vera svona stór og mikill þetta er bara með ykkur strákarna og stera eins og konur og anorexíu það verður alveg sami sjúkdómur. Já, upplifur það þannig? Já. Hvernig var, að því nú er ég aðeins búin að kynna mér sko einhvern veginn núna, hvernig umfjöllunni kringum það er núna. Hvernig var svona upplifðið þú þegar þú varst að byrja í þessu svona líkamsræktar, svona þegar líkamsræktin var að keyrast upp á Íslandi, var mikið verið að nota ólulega efni þá? Eða? Já, gríðarlega mikið og það voru 2 læknar sem skrifuð upp á fyrir hann. Já. Og engin smá læknar. Nei. Þannig að voru konur líka að taka já, það erlendu konur sem voru að koma og keppa að vaxtaræktamótum, þær voru að selja stera í leiðinni sko. Það er mikið sterasal í gangi í dag. Það heyrir maður. Já, mjög mikil. Það heyrir maður. Og ef að fólk bara vissi hvað er að gera, fyrir fyrsta sko, þú verður ekkert massað bara sterum, þú verður að æfa sko. Sveltið á vatninu. Já, það er náttúrulega alltaf þannig og það var það sem ég reyndi að koma mjög mikið til skila í ævisögunum hann, að það er þessi rosalegi miskilningur að halda og getur orðið Jón Páll bara með því að taka stera. Það er rosalega, því það er rosalega mikið væntanlega af einstaklingun sem er að taka stera sem bara er ekki einu sinni, líti ekki einu sinni vel út og er ekki einu sinni neitt svakalega sterkir og það var þessi rosalega, hann hafði þessa svakalegu svona sem við kalla tunnel vision að bara menn tala að annan eins sko, ég er að leita íslenska orðinu yfir svona dedication sko, einhvern veginn svona bara vilji, annar eins vilji hafi bara ekki sérst sko. En sjáðu til, við tölum það í upphafi, hvað gerur okkur af þeim sem við verðum síðan og ég held innst inni og er sannfærður það að það er þessi family shame, það er þessi skömm, fjölskyldu skömm sem við erum öll að glíma við, allir sem ég þekki, búa yfir einhverju fjölskyldu skömm sem þið fara að fela, hann náttúrulega elskaði pappa sinn en fekk ekki að sjá hann eins og hann vildi og eigna stjúpföður og allt þetta, það er allstaðar eitthvað og ég held að það sé svo mikilvægt fyrir okkur sem sagt að inn í skólakerfinu reyna að grípa inn í ég hef ekkert viljað flytja heima 14 ára. Nei. Ég hef ekkert viljað vera að koma til Kanada
18 ára gömul að vinna fyrir mér og fara í háskóla. Ég hefði ekkert vilja hvar myndur þú segja, mér finnst þetta rosalega áhugaverðum það, hvar myndur þú segja línan lægi með annars vegar þetta að við, þú veist að ég er kannski að alhæfa of mikið, en við erum einhvern veginn öll smá traumatiseruð. Mjög. Já, en síðan sér maður líka að fólki sem átti jafnvel traumatiseruðustu æskuna nær stundum einhvern veginn að verða flottasta fólkið. Þannig að við getum heldur einhvern veginn ekki búið til samfélag þar sem við ætlumst til þess að allir séu húðaðir í bómúl og lenda aldrei inn einu. Nei, og ég held, alls ekki. Því þegar þú segir, ég hefði ekki viljað, en ég menna að þú horfið tilbaka, þetta var svona mjög flott allt sem þú varst að gera. Ég hef gert rosalega marga skemmtilega hluti og líf mitt hefur náttúrulega verið bara eitt ævintýri, skilur. Ég hef búið öllum þessum löndum og svo ég neitt til Póllands að vinna í 18 ár, því ég var gjaldþrota hér. Veist, ég er ekki að gera lítið úr því. Nei, þetta er ekki þurrt og leiðilegt. Ekki þurrt og leiðilegt. En það sem ég er að reyna að segja, ég hefði getað spara mér ákveðnar sorgir. Auðvitað. Já. Og ég hefði viljað geta talað eins og ég er að tala við þig núna, til dæmis við mömmu mín áður hún dó. Mamma var frá mjög alvarlegri fjölskyldu. Sem sagt afinnar ríkasti maður Akureyrar sem hún fekk aldrei að sjá. Pabbinar alkoholisti sem hún fekk sjá aldrei. Veist, alltaf hélt hún haus. En erum við ekki svona smátt og smátt að bæta okkur í að ég mitt bara svona eins og þú veist umræðuna sem í þessum þætti, ég sé fyrir mér að svona þáttur hefði verið í loftinu 1970 sko, og svo sé ég strákan hennar systumina til dæmis og hvað þeir eru opnir og tilfinningalega heilbriðir með hvernig ég var á þeirra aldri. Þetta er að batna. Þetta er að batna því að kynslóðirnar eru svolítið að ala upp börnin sín á nýjan hátt. Ég sé þá dóttur minni, hvernig hún tala við mig. Veist, ég er hálf hrædd við hana stundum, hefði mamma talað svona við mér, ég veit ekki hvað ég hef sagt. Akkur eru hrædd við hana? Hún er svo brutally honest. Beinskeitt. Já. Og aðeins að dæma mig, Sem er einmitt oft skortur á að maður fái bara svona heiðalegt feedback sem er óþægilegt. Mér finnst það oft vera... Þá er eðli mitt að fara næst, flýja bara. Og ég er hætt í Póllandi. Ég ætla að fara til Rússlands næst. Það er ekki meira þessu. Pældur einhvern veginn að fara til Rússlands? Ég fór nú til Rússlands, þú skrifaði það í bókinni. Já, en ég meina... Þegar Björgólfur bauð mér að opna Planet Pulse í Rússlandi. Já, en ég er að meina að búa til business í Rússlandi og vera þar... Ekki eftir þá reynslu, við verum með vopna bankavörð. Nei, takk, Hvernig var það? Hvaða ár var þetta fyrir? Ég man það ekki, þetta var ég reynir nú að gleyma þessum árum. Ætlaður að opna Planet Pulse í Moskvu? Já, Björgólfur bauð mig til Moskvu, til St. Petersborgar. Pétursborgar? Já, það var bjórsarmlistan og ég leitt inn í næsta Planet Pulse, það var það gömul óperuhöll, skriljón 1000 skvermetrar með kristallkrónum og allt og ég þarf ekki annars að ég very interested og það hefði ekki verið séns að fylla eitt salan og svo Áttu að gera gamla óperuhúsið að líkamsrætti? Að Planet Pulse menn eru stóru svo er ég leitt menn eru stóru svo er ég með engadræfir og engafín þýðanda og svo er ég leitt til bankastjóra Björgúls Þórs yngri og þá er það bara baktir að megin í húsi þar sem eru vopnaði verðir og upplifti með vopnaði verði og kem ég inn í svona stofu og það er svona rosa myndalegur Armani bankastjóri með 3 vopnaði verði í liðan á sér og ég hugsa húmúrastinn í mér að ég hugsa ég ætla ekki að nauðga þér svo fór ég heim pakka og ég fór heim ég bara, þetta er nú ekki alveg fyrir litlu stelpunar húsa En hefur ekki samt þetta er allavega skemmtilega sögur Já, endar er svona sögur Já, þetta er svo gaman að fá að fara í aðstæður sem flest fólk fær aldrei að fara í Ég veit og fyrir það á ég að vera þakklátt Það mér finnst einhvern veginn alltaf svona þegar ég er að lifa lífinu mínu núna og svo ger ég stundum eitthvað svona skrítið og furðulegt sem var kannski skrítið á meðan á því stóð en ég hugsa alltaf, þetta er eitthvað sem er nógu áhugavert til að
ranki inn í æfisögunum mína, þá er ég glaður með það, algjörlega. Eins og hitta Lech Walesa og fá að eyða heilum degi með honum. Sem var forseti Póllands. Já, fá að taka viðtal við hann fyrir mokkan, 2 heila síður. Styrmir var mér náttúrulega hliðhóttur á 5 árum. Ég fikk 2 heila síður og ekki bara það, Lech Walesa kemur núna þegar ég er á einu hótelinu, þá kemur hann í heimsókn. Núna bara? Já, eldgamall kallarinn. Já. Ég sendi hann lopapeysu í pósti jólagjöf og það kom í devaf, sko. Jónín hafði verið að senda lopapeysu til Póllands. Það er svo margt svona skemmtileg, sko. Einmitt. Þú líka hefur alltaf verið, ég veit ekki hvort það er sambland af bara áræðinni, hugmyndaauðgi og hvatvísi, að þú hefur oft bara, þú hjóla bara í að hafa samband við valdafólk. Já, ég gerði vel að því fyrir hrun. Þú gerði mjög vel að því fyrir hrun. Hún alltaf hittir allt þetta fólk og Guð mig góður, þetta bara hoppar því göttuna þegar það sér mig í dag. Jú. Það verður einn maður beðið með afsökunar á skrifum sínum sem sagt gert lítið úr mér fyrir hrun og það var Hallgrímur Helgason. Já. Hann baðst afsökunar, hann sagðist ekki að gera sig grein fyrir því að ég vissi svona mikið. Nei. Þú hitti líka, þú bjóðst, varst ekki, því mér langar svo mikið að fá Davíð í stólinn hjá mér. Varst ekki samskiptum hann, Davíð Oddsson? Sko, ég hef nú fengið vont fyrir það, alla ævi, síðan eftir hrun, því allir tengdu mig við Davíð Oddsson. Davíð Oddsson notaði mínar upplýsingar sem seðlabankastjóri til þess að gresja úr þeirri flækjum sem hér voru, hvað var það skuldatengsl, eignatengsl og hringamyndanir. Og ég hef það frá áræðarlegum heimildum að upphaflega bókin mín sem ég þriðja augað, sem ég gat sem betur fer selt ákveðnum mönnum að því ég átti ekki fyrir strætó. Já, þeir var að borga fyrir að gefa hann ekki út. Já. Alveg rétt. Já, og en ég allavega, svo bók var notuð til þess að koma Seðlabankanum á rétt sporið. Og ef að þetta er ekki minn stærsti sigur í lífinu, Sölvi Tryggvason, þá er hann ekki til. Að þessi litli gjaldþrota aumingi sem búið var að ríja, ég átti fleiri 100 milljónir, það var búið að taka allt af mér. Satt á kvöldin og skrifaði hver átti hvað, af því ég hef brennandi áhuga á Kauphöllinni. Hefur það ennþá? Já. Ef þú vissi bara hvað er að gerast núna. Hvað er að gerast núna? Ég minn eini. Komdu með það? Veist, það verið að tala um að 10% landsmanna eigi 40% eignu þjóðar. Það er ekki til 10 fjölskyldar í Íslandi. Ég myndi segja svona 3. Ok. Ja, nefnmænt. En allavega, það voru 2 fyrir sig, nú voru það 3. En allavega, ég var svo stolt yfir þessu. Málið er hins vegar, þegar ég lít tilbaka, sko, það sem það kostaði mig að trúa Davíð Oddssoni, ég veit hann var ekki að ljúga, því hann hafði eftir mér, það sem hann sagði var þetta svona margar hluti, hann fengið úr bókinu minni, þannig ég vissi alltaf að hann var ekki að ljúga. En hefði ég, sem sagt, vita hvað kostaði mig að vera hrifin af Davíð Oddssoni á þeim tíma, þekki mannin ekki neitt. En það hafa alltaf allir tengt með Davíð Oddssoni. Hefur það kostaði mikið? Mjög. Hvað? Mikinn illvilja. Illvilja? Já. Því maðurinn er gjörsamlega vanhæfur í mannlegum samskiptum. Hver? Davíð Oddsson. Er hann vanhæfur í mannlegum samskiptum? Algjörlega. Á hverju? Hann er bara algjör asti mann, veist, hann er það. Samt þekkir hann ekki neitt? Þekkir hann ekkert, ég bara sé hvernig hann haga sér við fólk. Ok. Svo maður haga sér ekki svona. Ég meina, þú getur ekki komið eftir og sagt, ég sagði ykkur að þið voru að stela kótanum með Namibíu. Það náttúrulega gerir það ekki. En allavega, ég er að segja, þú var að tala fyrirbyggjandi og ég hafði miklar von með Sigmund Davíð. Sigmund Davíð mjög líku Davíð. Eldklárir, en svona rosalega slæmir í mannlegum samskiptu. Hvað er það? Það er einhver greining á því. Vá. En hvað sko... Ég elska Sigmund Davíð og hans kenningar. Ég elska Davíð Oddsson og hans kenningar. Ég veit alltaf þegar Davíð er bara út á túnni. En er það ekki svolítið þetta sem að, sko, að því að þú hefur verið rosalega umdeild oft í gegnum tíðina. Er það ekki einmitt þetta? Að þú veist, nú segiru, ég elska Davíð Oddsson og kenningarnar hans, en þú ert nýbúin að segja hans í asni, og þá ef ég
Asni í mannlegum samskiptum. Ég veit það, en ég að segja að því fólk vill svo oft geta hólfa mann hratt og ef einhver elskar Davíð Oddsson þá geti hann verið á móti þér fyrir að þú hafi kallað hann asna, en ef einhver hatar Davíð Oddsson þá geti hann verið á móti þér fyrir að þú sért að segja að þú elski kenningarnar hans. Fattarðu hvað ég að fara? Ég fattar hvað það fara. Ég held að það sé gott fyrir samfélagi að heyra þetta. Að við getum leitað í kistu þeirra sem eru með víða sýn á samfélagsmynstrið okkar. Ekki þröngsýn, ekki pírata eitthvað svona, sem sjá bara eitthvað eitt í dag og annað á morgun. Við þurfum menn svona gamaldags stjórnmálamenn. Það? Heyrðu, já. Við þurfum... Nú var ég aðeins að vera, Nei, við þurfum gamaldags stjórnmálamenn. Það? Já. Var þetta ekki, ég skil hvort að fara, það stundur svona, maður horfir á stjórnmál í dag, það svona sem var kannski gott við suma þessum gamaldags stjórnmálamennum, og veist að við erum að tala um bara Davíð Oddsson, Ingibjörgu Sólrúnu, Steingrímur Jó og eitthvað svona, það var svona, þetta eru leiðtogar. Svona byrja að lýsa ekki þessum þremur saman. Líka þeim ekki saman. Það gat nú verið að vera ósammála. En allavega en gallin að þetta var náttúrulega allt saman sauðspilt. Ertu að segja að við þurfum á því að halda aftur og það sé kjördæma pot og allt þetta sull sem var í stjórnmálunum í gamla daga? Ég að segja það að Davíð Oddsson hefur aldrei verið spilt úr stjórnmálunum þar. Ok. Hann hefði þurft að vera aðeins spiltari. Það? Já, hann hefði þurft að þykja þess að 300 milljónir frá hreini loftsinni í Baugi. Já, og síðan að sína það. Hann ekki taktískur. Reyndar sagði Mikael Torfason þegar hann var í viðtalinu hjá mér að þeir í DEVA voru lengi að reyna að finna eitthvað á hann og þeir fundi aldrei neitt. Nei, Davíð Oddsson ekki spiltur. Hann var alveg hann var í áfalli þegar ég kom með honum í skilningum hvað kaupþingsmenn voru að gera. Hann var gjörsamlega í áfalli. En svo eru aðri spiltir nálægt honum sem ríða feitum hestum hingað og þangað. Og hann svo óheppinn að vera ritstjóri þessar dagblaðs. Á hverju? Þetta bara maður les helminginn af blaðinu, En þarna þetta samt komin í ákveðum punkt sem að mér finnst svo mikilvægur. Þú segir maður les helminginn af blaðinu. Þú segir ekki maður les ekkert. Vegna þess að stundum það þannig að jafnvel þó eitthvað sé slæmt að þá þýðir það ekki að það sé ekki eitthvað gott þar líka. Skilur þú hvað Ég lesa, ég skaut yfir það. Þú skautar yfir það? Já, daginn var grein varðandi... Af því að ég myndi sem fjölmiðlamaður segja, fyrir ekki að grípa fram í, að vissuleiti Morgunblaðið vandaðasti fjölmiðl á Íslandi. Af því þar reynt starfsfólk, þar betra starfsumhverfi en í flestum fjölmiðlum, þar ákveðna greinar sem eru mjög vandaðar, en síðan alltaf annar handleggur með eignarhaldið og allt það síðan eitthvað sem málur ræða. En heimurinn ofta ekki jafn svarthvítur og við viljum hafa hann. Ég held að hann sé svarthvítari. Það? Já, og ég held til dæmis bara núna það nýjasta sem kom upp varðandi erlendu bankana sem voru að stunda peningaþvætti sín í milli og það verið að skrifa það, þessi agalega skelfilegir þessi erlendu bankar að vera með peningaþvætti, skilur, ekki minnst á krosstengslinn íslensku bankana. Svo kemur einhver klausa í mokkanum, já, bankar voru svo óheppnir að taka þátt í því að ríku mennirnir eða kaupsýslu mennirnir væri að flytja fjármagn á milli landa. Þeir voru svo óheppnir, bankarnir. Þú veist, þá bara kemur hjá mér svona, skilur, bankar ekki óheppnir að flytja, hvað var þetta, 300.000 milljarða á milli landa til hvert? Rússlands og Kýpur. Nú verð ég bara játa, ég er ekki nógu vel inn í þessu, Nei, þetta er það sem er að gerast. En mér langar að koma aftur inn á þetta, því þú hefur alltaf talað mannamál. Og ég, í þessum þáttum hér verið að tala mannamál. Og að því við erum að tala þetta með bankana. Og mér langar aðeins aftur að koma inn og ég var að hugsa í morgun þegar ég var undirbúið viðtalið að það var einn kapli í bókinni sem hét Jónín og vændiskonurnar. Og þá var það aftur þetta, þú sem kona inn í þessum kalla heimi, þér fannst svo skrítið, á endanum fannst þér þetta snúast að hilli kvenna. Menn að reyna að ná á öllum þessum peningum til þess á endanum bara vera einhverju svaka spaðar og geta náði konur. Manstu eftir þessum kafla í bókinni? Alveg, ég fór að heimsótti þar. Ég er að segja það og þess vegna fannst mér svo áhugavert að þú
verandi þannig að þú svona einhvern veginn hérna, í staðin fyrir að þú dæmir þetta bara hart einhvern veginn strax að þá ég áhugasum, mér langar að hitta þessar konur og þú fórst og hittir vændiskonurnar sem voru á bátnum, Viking. Já, sem Jón Gerald neyttist þess að borga því að Jónas skrátti ekki fyrir þeim. Neyttist Jón Gerald til að borga vændiskonurnar? Já, og komið í málaferli. Ok. Þetta var ekki aðaláhugamáli hjá mér, heldur einfallega það hvernig maður kaupir mann. Þú kaupir mann með því að draga hann á snekkju og bjóða hann vændiskonu. Ég er ekkert að segja að þetta hafi verið einhverju naglar að hakka á hinum og þessum fallegu, flottu konum. Þetta var bara svona, bylgjan var sú, ég næ honum á mitt vald, hann hefur áhrif í þessum banka og ég kaupi handan vændiskonu vegna þess að það er mesta skömmin og ég hef eitthvað á hann ég skal hafa eitthvað á hann. Þetta finnst mér þetta frábær punktur sem þú segir hérna, það er mesta skömmin þannig að þú ert í raun og veru svolítið að lýsa og þetta er náttúrulega svona ákveðnir svona neðanjarar viðskiptahættir sem þekkjast allan heim að ef þið langar að svona innan gæsalappa eiga einhvern að þá býður honum einhvert og lætur hann gera eitthvað mjög misjant þannig að honum líði eins og hann skuldir. Já. Þú ert svolítið að segja að það hafi verið það sem var í gangi. Algjörlega. Já. Ég var alltaf með gamla kallinu sem seldi kjötfassi, Býtu nú við. Það var maðurinn minn, Jóhannes, sem seldi kjötfassir. Veist, hans kynslóð, hún hugsaði öðruvísi. Allt öðruvísi. Og Myndirðu segja svona, að því nú maður með bara hugmyndir úr bíómyndum og svona, að það er svona þessi eldri kynslóð af viðskiptamönnum sem væri þá eins og Jóhannes sem er svona einhvern veginn bara svona og síðan kemur svona, og nú bara þú veist, nú ég veit þetta hljómar illa en það er svona kókaín, það er svona þessi Wall Street svona kynslóð þar sem allt verður að vera hraðara, það verður að skuldseta allt og þá er maður komin í bara allt aðra hluti sem jafnvel þessi eldri kynslóð skilur ekki. Jóhannes fyrirleit öll eiturlyf, það eina sem hann notaði áfengi og hann skildi þetta ekki hann dýrkaði börnin sín Vist, ég hef aldrei vitað manneski sem elskar börnin sín eins og Jóhannes og hann gat ekki hugsa sér að sjá þetta fara úr höndunum á Jónaskeri sína. Kristín dóttir hans kom aldrei nálægt neinu og á ekki nema gott skili bara ekkert nema að Jóhannes það voru allt aðri menn sem hefði áhrif á hann heldur en Jónasker því Jónasker hafði ekkert sterk samband við pappa sinn. Það voru menn í kringum Jónasker sem dró hann út í hitt og þetta sem ég lagði mikla áherslu á að væru hættulegi menn og eru enn og hvar eru þeir í dag? Þeir mæta ekki viðtöl, þeir eru enn á fleygiferð allstaðar. Þeir sjást ekki það talar enginn við þeir en svo sé ekki til. Þeir voru ekki í rannsóknum nefnd bankasýslunar, þeir voru ekki í rannsóknum nefnd skal ég segja þér verðbreiðasjóðana, þeir voru ekki hjá lífeyrissjóðsskýslunum og þetta eru menn sem stjórnuð allan hringinn kring borðið í bönkunum, í lífeyrissjóðunum, í fyrirtækjunum og í fjölmiðlunum. Þeir sjást ekki það. Þeir eru ekki dauðir. Nei. Nú sér maður því við erum komnir út á þessar brautir. Við ætlum að vera skemmtileg. Já, við erum þetta búin að vera mjög skemmtileg. Það er alltaf, að því það er alltaf það að tala við þig banka og viðskipt er ekki eins og að tala við einhvern svona þurran fræðimann. Þú kryddar þetta mjög vel. Takk. Ég kann þetta mjög vel. Já, því núna bara, svo við segjum svona núna, því ég man á sínum tíma þegar ég var að gera bókina með þá var að tala ákveðna viðskiptahætti og ákveðna hluti sem gengur. En núna sjáum við síðan ný vinnubröð núna með YouTube myndböndunum þar sem að risastórt fyrirtæki á Íslandi bara fyrir að leika fjölmiðil. Hvað finnst þér það? Allt hefur skýringar. Ég er nú svo lánsam að hafa unnið í Pólandi 18 ár. Og mér finnst í raun og veru ekkert rosalegt það sem ég er að sjá frá Samherja og ef við ætlum að vera á alþjóða vettfangi í viðskiptum þá þurfum við að hætta að horfa á þetta eins og grasasnar. Viðskipti fara fram á ákveðin hátt og vandamál okkar í hringuðinni eru ekki sjávarútvegsfyrirtækin, það eru matvælaverslanir, það eru bankarnir og svo framvegis en það sem mér sér, það er alltaf að sjá fátækt en ég sé fátækt í Pólandi ég sé fátækar skúringakonur þar
bara horfa að mæna á mig eftir að fá nokkuð slottis og ég hika ekki við að gefa þeim það og þannig að við erum öll sek, við búum í alþjóðasamfélagi, viðskiptakerfið er alþjóðlegt og við verðum að hugsa alþjóðlega eða halda okkur bara við lambakjötið og íslensku hænurnar. Íslensku hænurnar. Við getum ekki leikið tveimur skjöldum. Ok. Veist, og auðvitað er þetta ógæslegt, það er ógæslegt sem gengur á eins og þessi skip sem áfara að brota járn og svo framvegis. Ég held bara að við séum ekkert betri. Við erum að flytja brota járn hingað og þangað út til Kína út allan heim í endurvinnslu. Svo er þetta nefnilega líka orðið svo lúmst að eins og til dæmis eitt besti vinur mér býr í Noregi og er alveg svona mjög vel gefinn og fylgist mjög vel með og þá svona norðmennir og vilja alltaf vera rosalega fínir, þeir eru ríkir og rosalega fínir og rosalega mikið að pæla í svona að vera góðir og eitthvað og þeir eru ekki í skítugu vopnaframleiðslunni en þeir eru í nýsköpun sem er að þeir eru að framleiða drónana sem eru kannski síðan hættulegustu vopnin og það er þetta sem að gerir þetta líka dálítið erfitt fyrir venjulegt fólk í nútímanum að þú getur falið að þú er kannski að gera eitthvað svakalega ljóta hluti að því að út á við virkar þetta eins og þú sért bara svona með eitthvað fallit sprotafyrirtæki og einhverja nýsköpun. Við erum sérfræðingar í þessu. Hvað er Íslendingar? Er það? Já. Við erum algjörir sérfræðingar í þessu. Bara á svo margan hátt við þykjumst vera rosalega góð og veist, svo kemur eitt kastljós eða kveikur með einhverja umfjöllunum eitt sjávarútvegsfyrirtæki sem hefur haldið heilu byggðarlögunum gangandi tónleikar og allt gert flottasta fiskvinnsluhúsið sem til er á Dalvík, allir klappa. Við verðum að ákveða hvað viljum við, hvað er eðlilegt siðferði í viðskiptum. Það sem er eðlilegt siðferði í Namibíu er ekki eðlilegt siðferði hér. En við búum allt í einu til sko, þvílíka hryllingsmynd, fáum fólk í fangelsi út af einhverju sem þykir bara eðlilega viðskipti þar. Hvað heldur að við höfum verið að gera í Rússlandi allir þessi ár? Allt þetta að vera eitthvað eðlilega viðskipti þessi bjórframleiðsla í Rússlandi eða allt þetta, eða allir þessi telecommunication eða símafyrirtækin öll sem við eigum út allan heim. En þannig erum við komin á mjög áhugaverðan punkt sem er þessi svona þessi skörun á milli þess að vera réttu megin við lögin eða réttu megin siðferðilega af því að viðskipti ganga náttúrulega alltaf jafn langt og þau meiga á meðan þau eru réttu megin við lögin þannig er þetta ekki dálítið líka ábyrgð þeirra sem er að setja lögin að það er bara viðskiptafólk sem er að gera kannski siðferðilega ranga hluti en það er ekkert ólöglegt við það. Algjörlega. Það er ekkert ólöglegt við það. Ég er svo sammálaður og öll til dæmis, hvað var fjölmiðlalögin sem Davíð var nú grýttur fyrir og allir vinstri menn komu brjálara því að áttu að vera að setja fjölmiðlalög á baugsmiðlana, skilur. Hvar eru þau í dag? Gæjarnir bara sem gagnrýndu mest fjölmiðlalögin, þeir eru bara dómarar í Hæstarétt í dag. Við erum bara ekkert betri, við erum bara eitt rotið samfélag. Ertu að tala já, það er alveg rétt eins og til dæmis umræðan fjölmiðla á Íslandi og eignarhald fjölmiðla hefur bara verið mjög lágvær á síðustu árum. Mjög lágvær. Bara hvað er þetta? Ertu að segja að við þurfum að fara að skoða það alltaf betur? Þið? Ég nenni því ekki. Ég nenni því ekki heldur. Þessin er ég bara með hennar þátt hér að rabba við fólk. Ég nenni ekki lengur að vera í þessari þungu umfjöllun, sko. Þessi stjórnmálamenn, þetta er svo miklu rólur. Rólur? Svo miklu rólur. Það er horfa á landið keypt upp hérna, veist, einhver billjónamæringu frá Skotlandi á hérna 40% af landi og laxveiðám og annar svisslendingur sem á sko viðbjóðslegar framleiðslur í Kína og Mexíkó, hann á heilu löndin hérna og er aðalsprautan hér. Hvað gerist það? Því að nú hef ég hort á fólk sem ég leyfi mér að fullyrða að sé bara velviljað og gott fólk sem fer í stjórnmál og síðan á einhverjum punkti byrjar það að breytast. Hvað gerist? Skil það ekki. Ég skil það ekki. Maður heldur alltaf einhverja von, nú
Sigmundur Davíð, hann ætlar að gera eitthvað, svo mætir hann daginn eftir og það er bara eins og það við dáið einhver í fjölskyldur hans. Bara ekkert að gerast. Svo kemur næsti... Mundi, að því að nú maður ekki að segja að maður sé með einhverja lausn á öllu, en mundi það breyta hlutum eða væri boðið upp á bara einstaklinga í staðin fyrir að vera boðið upp á flokka? Ég vil sjá hérna þjóðstjórn. Hvernig væri það framkvæmt? Það væri bara einn flokkur sem myndi auglýsa þjóðstjórn og allir myndi kjósa þann flokk og síðan þið breytt lögunum breytt. En ef allir myndi ekki kjósa þann flokk? Þá ekki þjóðstjórn. En það sem ég er að meina ég verið að pæla í þessu sko, því að ég held að fyrir velgefið fólk, allt velgefið fólk sem ég þekki, sem hefur engan áhuga að fara í stjórnmál, ef að þetta fólk geti búið sér fram sem einstaklinga, þá myndi það mögulega fá áhuga. Ég bara fyrt ekki inn í neitt af þessum flokkum, ég get ekki farið að hlýða einhverju flokkslínu, þannig að þetta er bara ekki fyrir mig. Verðum við ekki að fara að finna einhverja leið til þess að breyta þessu? Því svo eru flokkarnir orðnir inngrúnir inn í kerfi, þannig að þeir fá peninga til að viðhalda sér og það er erfitt fyrir nýja að koma inn. 3 milljarða kostar að hafa þessum pólitísku flokka. Er það? Já. Og nú fyrir þessar kosningar eru allir búin að eyða peningunum sínum nema flokkur fólksins. Allir hinn eru búin með gjafsóknina. Það kostar. Þetta er svo mikið böt, við erum 300 eitthvað þúsund manns hérna, gætum haft það svo gott, gætum leyft strandveiðar, gætum búið hérna lambakjöt og haft matarverð hérna, þannig að allir hefði efnaði að borða. Þú þarft ekki allir þessi laun eða þú færð almennilega að borða, ekki satt? Og fara á skemmtanir og ferðast En við hefum ekki ennþá fundið fullkomna leið til að búa til hið fullkomna kerfi. Allur heimurinn er dálítið það má kannski segja að Skandinavíu nútíman sé eitt skásta kerfi sem að getur og ég flokka Ísland ekki sem hluta Skandinavíu því við erum bara öðruvísi. En mér finnst hinn skandinavísku löndin, sérstaklega kannski Noregur, Svíþjóð og Danmörk, finnst mér vera svona, þau eru búin að finna einhverju jöfnu sem er svona það skásta sem við þekkjum í dag. Já, Svíar náttúrulega hleyptu allt á mörgum inn fyrir landamærin sín, alveg án eftirlit, sko. Jú, en það er einmitt þetta og meðan að það er verið að leita að réttu kerfi að þá þarf fólk náttúrulega að gera mistökin. Ég meina mistökin sem hafa verið gerð þar eru minni heldur en víða annars staðar af því að maður sér til dæmis hvað er að gerast í Bandaríkjunum núna, það er bara allt í steik. Sko, hlustaður í nótt á þessu umræður? Við erum fyrir þá sem er að hlusta, við erum að taka þetta upp daginn eftir fyrstu kappræðurnar. Ég er bara búin að hlusta á helmingin. Maður fikk bara hrollunsi en allavega ég held að Ísland sé miklu betra og hafi miklu fleiri möguleika heldur en hins skandinavísku löndin. Af hverju? Það er svo margt við hérna, það er svo nálagt í allt, það er nálagt í fiskinn, það er nálagt í grænmetið, gróðurhúsin okkar, menntunastigið er ágætt hérna, við höfum landrými. Við eigum mjög sterka sögu við getum hleyptinga en túrisma ef við passum okkur að hafa það hófsamlega og við erum bara illa rekin búlla. Illa rekin búlla? Þetta finnst mér ég verð að vera svolítið sammálaður af því að ég hef oft þegar ég hef verið að því ég er náttúrulega búin að ferðast mikið í kring tíðina og þá hef ég oft verið þegar ég hef kynst fólk í útlöndum að þá er oft verið að spyrja Ísland og þegar ég hef sagt, já, við veiðum fisk sem að dugar til að fæða 10 milljónir og við erum með endalaust og ókeypis orku og við erum líka með fullt af ferðamönnum og við erum líka með þetta og þá er fyrsta spurningi sem allir spyrja þið eru bara svona eins og Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar, það er allir moldríkir eða ekki? Nei, fullt af fátæku fólk á Íslandi þannig að ég oft sagt sko að einhvern veginn við festum stundum í aukaatriðunum ef ég væri í stjórnmálum þá held ég að fyrsta sem ég myndi gera væri að fara inn í hvað heitir þetta, stofnunni sem reiknar út svona hagtölur Hagstofan og bara ef að auðnum væri jafnt skipt hver eru meðalaun á Íslandu, ég held að svo tala sér miklu herri heldur að fólk gerir sér grein fyrir miklu herri og hver heldur að geti lifa hérna 260.000 á mánuði og hver setur allt þetta okur á einfaldan mat þetta er samkeppnislaust land það er ekki samkeppni á matværumarkaði okur og einfaldan mat bara okur, fiskur hérna kostar 2.900 krónur kíló þú getur keypt ódýrari fisk í Bretlandi, íslenska fisk það myndi enginn kaupa þetta í Póllandi, íslensku fiskur þessi helmingurinn á þau hér Pólland er ekki að reynda rosalega ódýrt og með lág laun þannig að já, ég meina launin þín skipta ekki máli ef þú getur lifað ágætis lífi Það er reyndar góðu punktur. Hvað ætlar að gera með restina?
Hvað meinarðu? Öll þessi laun, þú getur bara drukkið svo mikið kampavín og borðað svo mikið kavíar og svo er bara lífið orðið leiðilegt, sko. Já, það er svolítið svona, það er þessi gamla góða pæling að fólk sem hefur ekki prófað að vera moldríkt, það skilur ekki af hverju eitthvað verður ekki nóg. Ég er svo heppin að ég var rosalega rík. Já, þú hefur prófað það? Já. Hvenær varstu rosalega rík? Ég var mjög rík þegar ég seldi fyrirtækið mitt úti. Út í Svíþjóð? Já. Þá ferðast ég þyrlum og þá byrjaði að djammi, sko. Já. Akkur segir að það hafi verið bara rugl? Bara, maður misti glóruna bara, sko. Já. Gerist það, þarf fólk ekki að vera með rosalega mikla jarðtengingu og raunveruleikatengingu til þess að höndla það að verða moldríkt? Jú, það þarf allavega vera trúað, sko. Fylgja þeirri kenningu biblíunar að græðgi er versta syndin. En er ekki alveg að átta sig á því án þess að maður sé trúaður? Það er að segja bara að átta sig á því ef ég er svo lánsamur að mér gengur vel og þá ber mér eiginlega skylda til að láta eitthvað að því og þannig sá ég gamaldags kapitalisma. Ef ég trú á kapitalisma og ég vil viðhalda kapitalisma þá ber mér skylda til að láta eitthvað að mínum auð seytla niður í neðstu stígin til þess að kerfið halda áfram að ganga. Jóhannes heitin var svoleiðis. Jóhannes heitin, hann mátti aldrei neitt aumt sjá. Nei. Og ég held að til dæmis fyrir jólin þá fóru síðustu dag fyrir jól bara í það við vorum að keyra út fyrir hann til annara og hann las mjög vel í neyð annara. Þetta lesa í neyð annara það getur verið bara strók á vangan eða hvernig líður þið og hann las rosalega vel í neyð annara og þetta skildi eftir fallega minningar en svo fólk sem er alltaf með sjálfsík bara í fókusnum í myndavélinni ég og mig frá mér til mín hvað fæ ég út úr þessu En ég fótt hugsa maður hefur átt einhver svona augnablikstundum þegar að maður án þess að ætla sér það sér kannski einhvern útigangsmann eða einhvern og maður fær eitthvað svona bara í hjartað og maður gefur jafnvel dálítið drjúga upphæð og maður fær eitthvað augnaróð tilbaka sem er bara fullt af kærleika þá hugsaðu þetta er það besta sem að það að eiga pening getur gefið mér að fá að gefa hann tilbaka en maður þarf að vera mjög vel tengdur til þess að vera alltaf þar, skilur við og viðskiptalífið er svolítið þar Sölvi. Ég get sagt þér að bara í Pólandi þá er rosalega mikið svart hagkerfi og bestu stundirnar er þegar maður getur gefið það má kalla það mútur eða hvað þú gefur þvottakonunni þinni 100 slottis fyrir að þvoa við fötin þetta er ólöglegt þetta er ólöglegt það gerir þetta allir og í Namibíu þú gerir ekkert betra fyrir þann sem er að vinna fyrir ekkert en að gefa honum eitthvað þó það er svo ólöglegt og við verðum bara að ákveða hvernig samfélag við viljum vera hvar setjum við mörkin þessi heimur okkar er náttúrulega bara hann er eitt sökk sko líka mjög margt gott að gerast ofsalega margt gott Ég nefnilega vil sko að þetta er þetta mótvægja það er alltaf það er rosa margt slæmt að gerast en það sem gefur mér þess að bjartsýni það er að alast upp í það kynslóð sem er allt öðru sér þengjandi en alla kynslóð það sé ég og börnunum minn við hjú þau eru ekki að pæli að eigna stórt hús þau vilja bara hafa kósi fjölskyldhús einmitt, það er að verða svona til svolítið ný og er þetta ekki svolítið það er þessi pendúll að við þurfum stundum að fara í öfgar til að geta farið tilbaka og nú finnst mér vera að koma að kynslóð sem er bara búin að svolítið sjá í gegnum, þetta er ekki alveg það sem gefur mér besta lífið að ég sé að reyna að vinna þangað til ég fer í kulnun til þess að reyna að eignast eitthvað risastórt hús sem er líður ítli þetta er bara skelfilegt að hafa leyft sér þetta en ég held að þetta snýrist ekki alltaf peninga þessi þörf fyrir að standa sig þetta var voðalega mikið í sálavitundinni stattuði stelpa verstu dugleg í skóla, þú verður að læra við fengum ekki að læra þetta og Því þú, sko ég er í kannski svona millibilskynslóð, þú ert í kynslóðinni fyrir ofan mig, svona, og svo kynslóð fekk svolítið hart, þín kynslóð fekk rosalega hart uppeldi. Ég held að við fengum meil ekkert uppeldi. Við áttum bara að standa okkur, við áttum bara að vinna, ég var farin síld 7 ára, týndi
seldi ánamaðka hérna með svona 2 pluss og mínus sjónum voni í grasinu, týnd á nóttunni 7, 8 og 9 ára, gaf ormónum havragraut, klippti 1 í 2 og seldi 1 sem 2 sko. Já, maður lærði bara alltaf að bjarga sér. Ég fekk aldrei krónu frá foreldrum mínum öll árið sem ég var í háskóla. Aldrei. Ég kom 2 sinnum heim á jólunum. Ég var bara svo lánsöm, ég átti tengdaföður sem hét Magnús Torfi Ólafsson, var menntamálaráðherra og hann kannski bjóð til í mig þennan vinstri sinna sem ég er mjög vinstri sinnið í hugsun. Hann sendi mér alltaf hverja viku svona úrklippur úr dagblöðum sem hann hafði sjálfur klippt út, það var sko menntamálar á þessum tíma og inn í þessar úrklippu var $50, á þessu lifði ég. Þetta kom okkur einasta 50 og sama tíma háskólaárin og ég elska hann mann, hann og konuna hans, þau voru svona þau voru aristokratar. Hann þreifst ekki á peningum, heldur á vision, hann hafði sýn á Íslands samfélag og hann kendi mér svo margt heiminn. Hann eiginlega var bara minn mentor. Hvað kallar þau aristokrata? Það ekki peningarnir. Nei. Það svona þessi gamlu dönsku húsgögn og dansk ljósakróna og svona bunki af blöðum á borðinu sem eru lesin hann vann allar spurningakeppnar á Íslandi. Skilur, það aristokrati. Hitt eru bara blöffarar eitthvað. En þetta aftur, ég veit ekki akkurat núna mér svo hugleikið þessi pendull sko, að pabbi minn til dæmis ólst upp við þetta bara frá 6 ára aldrei byrjaði að vinna, fekk aldrei krónu, bara rosaleg harka sem einmitt sem betur fyrir núna kynslóðir sem að fá miklu meiri ást og þurfa ekki að verða fullorðin þegar þau eru 6 ára, en gallin síðan að við erum kannski að svona vinnu eðlið okkar og svona það að verða kannski til meiri þú veist, þetta alltaf, við þurfum alltaf að vera að reyna að finna þennan góða milliveg sko. Já. En mér var gefið eitthvað í vöggugjöf. Ég var alltaf þjálfaði handboltalið alveg frá því ég var 13 ára, átti Íslandsmeistara þegar ég 14 ára, fyrir menntaskólann Ísafirði í 2 ár og var þar með öll íþróttaliðin að þjálfa, þannig ég hef alltaf verið þessi leiðtogi, alltaf verið að þjálfa og alla tíð hef ég getað fundið besta starfsfólkið að vinna með mér. Já, er það svoleiðis? Alveg þessu það, ef ég þakklátt fyrir eitthvað, bara svo finna Ágústu fá hann í lið með mér Veist, ég bara búin að vera blessuð alveg út í eitt hvað varðar að finna starfsfólk og það starfsfólki sem hefur unnið mína sigra. Ég hef verið atvinnurekandi ársins í Svíþjóð og ég horfði bara yfir starfsfólki, ég hafði ekki gert neitt og þannig hefur þetta bara alltaf verið. Alla mínar hugmyndir hef ég getað deilt með öðrum, sagt já, heyrðu, þetta góð hugmynd, gerðu þetta og svona hef ég komist áfram sko. Ég eigna mér ekki neitt af því sem ég geri. Ég tek undir þetta með þegar ég horfði tilbaka bara ég hef verið rosalega lánsamur með samstarfsfólk. Það eitt af því allra mikilvægasta, að vera með gott fólk með sér þegar maður að vinna hlutum. Þú ert líka svolítið mikið klár, Sölvi. Ég var svo hissa þegar bókin þín kom út, ég vissi ekki að vera svona klár. Hvaða bók? Sem þú skrifaðir mig, sko. Ég las hana einu sinni, svo hef ekki lesið hana síðan. En þannig að þú byrði yfir þessum hæfileika að koma frá þér orðinu. Þú getur alveg góðu predikari. Já, þakka þér fyrir, ég kann að meta þetta. Þetta er góðu predikari. Eins og Gunnar getur samfært hundum hans í köttur, sko. Þekkiru Stulla lækni? Stulli læknirinn minn. Já, Stulli snillingur. Hann snillingur. Veistu hvað hann kallar mig alltaf? Nei. Spámanninn. Já, þú ert svoleiðis. Hann vill ég verði predikari. Já, Stulli skammar mig mjög oft. Stulli er snillingur. En ég fer alltaf til hans af því ég veit að ég á það inni, sko. Nú ég byrjaði að tala Stulla því sko, ég langar svo mikið að fá Stulli viðtali. Stulli vill ekki sjá athygli. En ég er örugglega að gera honum óleik með því að byrja að tala hann hérna. Hann vill ekki sjá athygli, sko. Það rosa falleg saga sem ég get sagt þér að Stulla. Já. En ég ætla að sleppa henni. Já, við skulum ekki segja meiri sögur á honum hér. Góður maður. Já, góður maður og ef hann biður ekki athyglina sjálfur þá ætla ég ekki að setja hann í þá stöðu. En hann er dásamlegur, sko. Og hann hefur hjálpað mikið af fólki. Hann sagði mér að þeir einu sem hefði fordóma gegn alkoholistum væru alkoholistarnir sjálfur. Já, það er góð orð. En talað lækna, ertu búin að vera að vinna eitthvað í Hveragerði með Haraldi Erlendsinni? Já, Haraldur var með mér á námskeiði. Hann hætti á heilsuhælinu og er sjálfstætt starfandi geðlæknir í Hveragerði.
og hann kom og var með mér á einu námskeiði. Við erum ekki alveg sammála lyfjaneyslu, þannig að ég vinn núna bara með mínum pólska lækni. En Haraldur samt æðislegur náungi. Alveg, og veist, hann alltaf hefði bara ekki tíma. Nei, en ég ætla að segja mér það mér svona einhvern veginn eins og þú talar Stulla núna, svo sé ég að þú runni með Harald og svo varstu líka að vinna með Hallgrímið, það ekki? Hallgrímið var alltaf hjá mér, sko. Og hann var náttúrulega líka snillingur, sko. Heyrðu, Hallgrímur og sögurnar af Hallgrími efni í heilan þátt. Ég meina, hann var maður sem var að gera hluti í lækningum í Íslandi sem eru núna fyrst að verða svona mainstream í Bandaríkjunum. Sprauta magnesium í fólk og gefa fólki vítamín í æð. Ef þú bara vissir hvernig við gerðum þetta hótelark, Hallgrímur Magnússon og ég, það var alveg bara stórskrítið. Og hann sagði góða sögur og hann var svo trúaður. Svo veist með Óttar Guðmundsson mjög skemmtilegu læknir. Óttar náttúrulega, og fólk hann meistari. Hann náttúrulega kom í viðtalinu á mér og fólk var mjög ánægt með það. Því hann þessum eiginleika gætur að hann tala mannamál. Og hann bara þorir að vera óvinsæll. Hann þorir að, já, hann ekki allra. Nei, hann ekki allra og ég alltaf, eftir því sem ég eldist, að verða hrifnar af fólki sem þorir að vera óvinsælt vegna þess að þá það búið að gefa mig valkost. Ég veit hvar ég hefði, þú ert ekki að reyna að ljúga mér. Þú segir eitthvað sem líklegt til óvinsælda, þá veit ég að þú ert að gefa mig valkost að segja mér bara nákvæmlega hvar þú ert. Já. Því mér finnst það sama hvort maður í stjórnmálum eða eiginlega bara í flestu. Það versta þegar fólk alltaf að reyna að þykjast vera sammála öllum og svo það með einhverja allt aðra skoðun og þú færð ekkert að vita það fyrir alltaf seint. Þannig eru íslensk stjórnmál í dag. Því miður. Já. Og svo get ég tekið dæmi þig. Ég var nú að tala að þú það vel gefin. Þegar þú kemur og hittir gamla fólki mitt í Hveragerði. Ég veit, þú manst ekki sjálfur vegna þú tekur ekki eftir svona. Þú mættir í buxum einhvern veginn hingað, þykktbórum sokknum, þú varst alveg svo bara, ég veit ekki hvað. Bara einhvern veginn. Þú varst bara einhvern veginn, eins og blindum maður hefði klætt sig. Hættu þessu. Þú varst þannig. Bert milli með magaveðan bara abdominus longus brevis magnus alveg bara. Þú ert að íkja rosalega mikið. Nei. Selvi, þú mættir svona á Skyrgerðina, tróðfullt hús og ég sá gamlu konurnar sem, nei, Selvi minn, ég ekki að íkja einu sinni núna, gamlu konurnar alveg bara sukku niður í stólana, sko, það var næstu eins og þú verið kliftur út úr klámblaði, sko. Fyrir 60 ára eldri. Fyrir 60 ára konur eldri. Herri, svo ferð þú bara að tala og ferð í gegnum fyrirlesturinn og svo komaðu bara allar hlaupandi til þín, veist. Þá sá ég bara hvað það sem skiptir máli? Það þessi hlýja, þessi nærvera þín og svo stóra nærveru. En þú varst ekkert svona dressaður, sko. Það var ekki synkronisering í því sem varst í. Og þetta var svo gaman og fólki tala svo falla þig, það tala enginn að þú hefði verið þarna eins og kliftur út úr klámblaði, sko. Það töluði bara allir hvað það svo margt skemmtilegt að segja. Ég veit ekki hvað ég á að segja. Og hvernig þú leystir allir lyfjavandamál og allt þetta, það var rosalega flott. Vist? Þakkaði fyrir. Já, þú gerðir þetta ógeðslega vel. Já, þakkaði fyrir. Þú heldur ekki það kom ekki alla konur til þess að hlusta á þig, sko, bara svo veitir það. Nú það svoleiðis? Það svoleiðis. Það allt í lagi. Stundum harfa kallar á mig líka, ég skil ekki hvað þið sjá, sko. Ég segi þetta stórlega íkt hjá þér. Stórlega íkt. Þú ert bara í afneitun, sko. Ok. En það gaman að heyra fólk hafa verið ánátt með þig. Sko, ég reyna alltaf í flestu sem ég að gera að vera einlægur. Mér hefur reynst það vel að ef ég einlægur, því fólk mjög fljótt að sjá í gegnum það maður ekki einlægur. Og þú talaði eins og bara inn í hjarta mitt, sko, því á þessum tíma var ég líka að gleyma við, sko, kvíðan og þessi lyf og ég var þótt þessu óþægur sjúklingur og ég vildi ekki taka kvíðalyf. Mér leið svo illa öllum þessum lyfjum, sko. Og ég hætti að þekka sjálfa mig, sko. Veist, það oft betra að þekka þetta ljóta í þér heldur en að þekka ekkert í þér, skilur. Og ég var náttúrulega alveg komin, veist, ég vissi ekki hvað ég var að gera, sko. Þekki ekkert í sig, þá ert að tala þessa flatnesku sem margir líka á. Það alveg mjög algengt að fólk tala og fólk hætti á svona lyfjum út af því að það upplifir þessa flatnesku. Og bara allt þetta í munninum, þetta álbræði í munninum, auðvitað þurfti ég þetta. Ég þurfti á þess að halda því ég var alveg, sko, komin
sko, ég var komin með sjálfa mig út í Ystunöf, sko. Út á Ystunöf. Upplifirðu, þegar þú ert að tala þessi veikindi þín og svona, upplifirðu eins og þú hafir, sko, því hjá mörgum einhvern veginn, margir að nota áfengi sem, sko, lausn á bara slá á kvíð og svona. Ég upplifi eins og þú hafir líka notað áfengi til að bara eiga við líkamleg vandamál. Já, ég misti orkuna. Ég fór í þetta eins og burnout sem er þannig að þú getur valla staðafætur. Nei. Og fljótasta orkan er náttúrulega alkohól breytist í sykur og breytist strax í sykur. Þannig að þegar þú færð 1-2 glös af áfengi þá líður eins og getur gert eitthvað. Já. Og þannig byrjaði ég að nota áfengi því ég alltaf verið á móti áfengi, sko. Og í raun og veru fyrirlít ég alla vímugjafa. Áfengi er mjög slæmt efni. Áfengi er eitur. Mesta toxiska eitur sem getur sett inn fyrir líkamannin. En svo náttúrulega ég vissi aldrei hvað kæmi næst með Gunnar. Það var alltaf eitthvað nýtt á hverjum degi. Við vorum búin að vera gift í 3 daga þegar þetta byrjaði allt. Ég held ég voru búin að finna ástin í lífi mínu og svo bara byrja hrundi allt, sko. Hvernig eru samskiptin eitthvað núna? Þau eru mjög góð. Gunnar er rosa góði vinur minn og ég á honum mjög margt að þakka, sko. Hann býr úti núna, þegar? Nei, hann er nú heima hjá mér núna, hann var í hjartaðgerð. Já, ok. Hann fer út á föstudaginn. Er hann fluttu til Spánar, eða? Já. Hann er bara að flýja, sko. Því að þetta snýrist allt í einhverja þetta gat ekki orðið viðbjóðslegra, sko. Dóttir hans snýri baki í gegn honum og kærðandi sérstaklega saksóknar. Það var ógislegt. Hvernig var þú ferð í áfengismeðferð bara fyrir ekkert svo löngu síðan að hann? Ég fór einu sinni, ég misti bílprófið og ákvað, þetta geng ekki, fór á Vog og það var bara hræðilegt. Mér leið mjög illa, en svo núna síðast fór ég á 6 mánaða dvöl á Krýsuvík. Já, bara svona langtíma. Já, og það var náttúrulega rosalega erfitt, Sölvi. Fyrir mig að fara inn á Krýsuvík var alveg ógeðslega erfitt. Já, ég get ímyndað með það. En það er einu staðurinn sem vinnur sporin. Og ég fekk frábæran ráðgjafa. Þarf maður ekki rosalega mikla uppgjöf til þess að fara þangað og fara í svona langa meðferð og þetta lítur að... Jú, eða greint. Ég notaði vitsmunum að það. Okay. Ég sagði bara, þú ert ekki verið til útlanda, ég nefndi ekki til útlanda. Veist, þetta allt þetta ameríska kerfi. Við langaði bara að taka sporin og eitt skipti fyrir öll. Komast að því hver þessi djöfull er sem hefur sett svona stórt strik í reikningin á allri minni ætt. Svo ættgengt. Það er í flestum ættum. Og ég komst að því. Ég lærði að fyrirgefa fullt af fólki. Og Óttar er að vinna á Krýsuvík, sko. Og svo var ég með frábæran ráðgjafarna sem heitir Helena ung stelpa sem líka treyst. Ég treyst ekki mörgum, sko. Nei, upplifir eins og þú hafi fundið ákveðin frið í hjartanu eftir þessa... Já, þetta er rosa skóli. Já. Þetta er að taka sporin föstum tökum er rosa skóli. Og það er náttúrulega fyrir mig að vera á Krýsuvík innan um fárveikt fólk. Fólk sem hefur margt hvert enga von. Konu búin að missa börnin frá sér og fá ekki að sjá þau svona, og þetta gerði mig betri manniski. Ég hef ekki efna að dæma nokkurt mann. Það er fallega sagt. Já. Reyndar hefur eiginlega, ef út í það er farið, þá hefur engin efna á að dæma nokkurt mann. Nei, en okkur hætti til þess. Okkur hætti mikið til þess. En hvernig sko þegar þú segir fólk sem átti enga vona, því þá er alltaf það fyrsta sem gerist í hausnum á mér, að það er Jói heitinn, Jói og Gugga sem fór í Kolpás. Mér fannst þau alltaf vera fyrirmyndirnar að ef að þau gátu þetta, þá geti þetta allir. Jói var nú edrú í krossinu, sko. Það er trúin náttúrulega sem hjálpa fólki líka. En ég er að segja maður sér stundum fólk sem er svo langt komið að maður hugsa þessi kemur aldrei tilbaka. En það er einhvern veginn stundum svona testament svo í slettum mannsandan og það er stundum alveg ótrúlegt að horfa á úr hvernig aðstæðum fólk getur komið tilbaka úr. Já.
sumt fólk kemur aldrei tilbaka. Þau eru búin að missa 3 börnin frá þér og enginn vill tala við þig og sem móðir þá kemur ekki tilbaka. Nei. Í lokin, þetta við erum búin að fara... Þetta get ég varla sagt, sko. Nei, erfitt. Mér finnst ekkert verra heldur en að horfa á konu sem búin að missa barnið sitt. Það snerti við þér. Tristir alltaf salda árum? Já. Ég nú búin að gráta sjálfur í þessum þætti. Já, ég horfði á það. Þannig að það er bara fallegt að gráta. Mér langaði svona í lokinu mitt bara svona því þú ert búin að gera svo margt og eða þú í spyrstundum fólk í lokinu, eða þú verður að gefa sjálfur þér ráð, svona þú værir 17-18 ára og bara kannski bara fólki sem á þeim aldri með reynsluna sem þú hefur núna. Hvað myndir þú segja að væri leksían sem þú myndi gefa ungri sjálfur þér eða þú værir komið með alla reynsluna sem þú ert með núna? Ég myndi biðja hana mömmu mína að velja handa mér eiginmann. Ég kann ekki að velja mér eiginmann. Eða konu, eða hvað. Eða eitthvað. Þetta er geggjur lókvörð. Ertu sátt? Ég er mjög sátt og bara kæra þakki fyrir að bjóða mig í þennan þá. Já, bara dásanlegt að fá þig. Sömuleiðis, gott að vera hérna.